Ég ætla að fjalla stuttlega Microsoft List kerfið sem að eins og námið gefur til kynna er notað til að búa til lista. Hljómar einfalt, er einfalt en hægt að gera ansi mikið skemmtilega hlutum með þessu verkværi. Hér er ég búin að logga mig inn í Microsoft og hér sé ég verkværin sem standa með til boða og ég ætla að opna Lists. Ég ætla að byrja á því að sína allra einföldustu leiðina til að búa til lista og það sem ég ætla að búa til núna er uppskriftabók, bara svona kerfi sem heldur utan matar uppskriftir. Og það vil svo vel til að þegar ég smelli á hnappinn til að búa til nýja lista, þá hef ég sniðmátt hér fyrir neðan og viti menn, hér er tilbúið sniðmátt fyrir svona uppskriftabók, recipe tracker og ég smelli hérna á þennan taka. Þá fæ ég sýnisot, þetta lítur bara ágætlega út og ég smelli á use template. Ég skipti nafn, uppskriftir, listir til að utan uppskriftir. Ég ætla bara að leyfa öllu öðru að halda sér og smetla á create. Tekur örstutastund og núna er listin minn tilbúin og hann samastendur af nafni uppskriftarinnar, mynd, krækju, hvað ég finn sjálf á uppskriftina, tög og svo er þetta spurning hvort ég hef pröfað hann eða ekki. Til þess að setja inn nýja uppskrift þá smelli ég bara hér á new og set bara þetta er nei, ég verður nú að koma með eitthvað sítrónu kaka þetta er ekki með neina uppskrift á sítrónu kökum en skulum sjá til þetta er ég segi bara favorite hérna og ég get sett fleiri en eitt tag og tögur er mjög sniður til þess að flokka og leita á hlutunum. Hef ég pröfað þetta? Jáp. Ég er ekki með mynd, ég er ekki með hérna slóðina af því ég er nú bara að pröfa þetta og link to recipe, hér er einhver texti, svo get ég sett inn viðhengi. Ég vist að þetta kvartar yfir ég það sé ekki rétt HTTPS svona þannig að þá er uppskriftin komin. Nú eins og ég sagði, þetta er virkilega einfalt og það er ekki sem segir að ég get ekki breytt þessu, bætt við dálkum og öðru slíku, skulum aðeins kíkja á það. Til að mynda hér í recipe, að kannski vil ég hafa þetta á íslenskum, þá get ég farið hér í column settings, smelt á rename og bara breytt nafninu, minnstamálið. Ég get líka farið hér í tags, column settings, edit, skýrt þetta tög og það sem ég get gert hér af því að þetta er svona choice valkostur þá get ég bætt við það er mjög auðvelt fyrir mig að breyta drykkur salat uppáhald sem hvað þetta er einfalt eða það bara smelta á add choice og búið til eitthvað nýtt kaka og skulum sjá default value, sjálfgefi gildi er ekki neitt og ég get líka annarkvæmt heimilað að það sé hægt að setja fleiri en eitt gildi og ég get líka sagt ég vil skilyrði ég vil að það sé skilyrt gildi þarna, verður eitthvað gildi að vera þarna svo ég ger bara vista. Ef ég vil bæta einhverju þá fer ég bara hér í add column og þá þarf ég að ákveða bara hvaða tegund og það er bara spurning hvað við viljum hafa hérna choice áfram einhvern frábært ágætt gott sem sjá hvert ég er að fara með þessu og bara save og þá er komin nýtt dálkur hérna til þess að leita í listum
þá er til að mynda hér hægt að smetla á þessa síu. Þá get ég törg, hérna þetta er innsláttarvilla, en sem sagt þá get ég bara síað eftir eigindum og hérna column settings, edit, ekki mikið mála að laga svona hluti. Þannig að mjög auðvelt að búa til lista annarkort með sniðmáti eða bara frá grunni, og síðan er mjög auðvelt að vinna hérna með leitun og flokkun og annað slíkt, og svo er hægt að sjá hérna listan á öðru formati, eins og compact list, það verður svona aðeins þéttara, gallery, sjáðu, kannski verður gallery útlitið sniðut fyrir svona lista. Og það sem meira er að við getum búið tengt sjálfvirkni, við getum búið til hérna reglu þegar að ný uppskrift er sett inn í kerfið, þá er tölvupóstur sendur á ykkur, sjá þennan möguleika. Hér í integrate þá get ég smelt á, og ég ætla ekki að fara til þetta núna, en hér er hægt að búa til app úr þessum lista á mjög einfaldan hátt. Athugið að þetta app sem verður til hér, það virkar innan sem sagt kerfisins. Þetta er ekki app sem að hægt er að setja inn á hérna App Store eða Play Store eða eitthvað slíkt, en það er hægt að setja þetta upp innan kerfisins, þannig að þú getur sett upp þetta app til að mynda innan menntaskísins. Þannig að svona er þetta í grunninn, mjög einfalt að setja upp lista, og þeir geta verið mjög gagnlegir því að þú getur tekið lista og sett á inn í Teams eða deilt þeim á hvernig hátt sem þú vilt. Ég endurtek, virkilega gagnlegt og gott verkfæri.